Haukur, Njarðvíkingar á leiðinni í úrslitakeppnina með 4 töp í röð á bakinu. Hvernig hafa síðustu dagar verið svona við að reyna að berja hópinn saman? Bara góðir sko. Ég held að það hefur bara verið einmitt það sem við þurftum sko. Við erum búin að spila mikið á ungu leikmönnum, þeir eru búin að vera að berja eitthvað í gang sko. Ég hef logið út og svona og fínt fyrir það að fá svona almennilega lið og almennilega leiki rétt fyrir play-offs. Núna bara bætist ég inn í þetta og bara núna þurfum við bara aðeins að þjálpa okkur saman og ég er bara spenntur sko. Eins og þú nefnir að það er búið að ganga á ýmsu en þið fóruð í leik við Stjörnuna daginn í Ljónagryfjunni sem var hörkuleikur. Er eitthvað að marka það núna á leiðin inn í play-offs? Já, marka þetta. Ég held kannski að þeir eru kannski komið svolítið overconfident í þann leik. Séð að við vorum ekki með eitthvað, ég veit það ekki. En þeir eru með flott lið og reynslu mikið en mér finnst við bara að vera með mjög flott lið líka sko. Og við erum búin að vera að taka til aðeins í hausnum á okkur og bara svona, taka okkur öðrum æfingum og svona. Þannig að ég er bara spenntur til að sýna hvernig við erum orðnir núna. Logi hefur náttúrulega skapað sér gott orð sem sterkur sóknarmaður. Þurfið þið að gera einhverja aðlaganir núna þegar eins og hann nýtur ekki við? Auðvitað skilar hann sínu í vörninni en þurfið að breyta einhverju. Hafið þið verið að aðlaga eitthvað? Já, við þurfum kannski ekki menn þurfum kannski bara aðeins að stígu upp sko, en ekki bara einn og einn leikmaður að taka skotin að sló. Þetta er meira svona að allir þurfa kannski að setja 2 stig hér og þar og ná í þennan bolta og gera litla hluti sko, og spila vörn eins og hann gerði og svona en auðvitað er mikill missir að hann farið það fyrir mikið af reynslu og svona sérstaklega svona leikjum en ég er full að trúa að við höfum eftir að gera það. Þið endið deildakeppnina í 7. sæti, ætluðu ykkur örugglega að taka þetta eitthvað ofar. Það þýðir ef þið farið eitthvað lengra í keppnin þá eru þið eiginlega nánast aldrei með heimavöll. Er það erfið staðreynd fyrir ykkur að fara inn í úrslitakeppnina? Já, þetta verður það erfitt en ég einhvern veginn svona ég veit það ekki, þá var maður bara að setja meira búst í fyrsta leikinn og hrifsa hann heimavöll af þeim sko og það er bara markmið okkar núna er að fara inn í alla leiki, skiptir engu máli skilju. Við erum að vera þessir underdogs núna með hvernig umfjöllun hefur verið en mér finnst þau engir underdogs, við höfum að sýna eitthvað og gera eitthvað svona öskubusku ævintýri kannski núna, ég veit það ekki. Gangi ég vel með það og góða skemmtun. Takk fyrir það.